Saga skógræktar á Íslandi. Fyrir langa löngu uxu alls konar plöntutegundir á Íslandi sem nú þykja framandi, svo sem risavaxin mammútviður, degli, beiki og eik. En svo kom ísöld. Þegar Norðmenn gáfu Íslandi fyrst auga, var landið þakið þokkafullum birki og reynitrjám, alla leið frá fjöru til jökla. Landið var svo búsældarlegt að þeir hófu landnám. Fyrir öld síðan hafði fólk áhyggjur af jarðvegi sem feki á hafút. Augljóst þótti að svörðurinn var að gefa eftir og yfirborðsgróðurinn var mjög viðkvæmur. Skógrækt og landgræðsla á vegum ríkisins rekja upphaf sitt til laga skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands, sem sett voru árið 1907. Samkvæmt þeim átti hvort tveggja að vera verkefni embættis skógræktarstjóra og svo var til ársins 1914, þegar umsjón með landgræðslu var flutt til Búnaðarfélags Íslands. Eftir það þróuðust verkefni í skógrækt og landgræðslu hvort í sínu lagi í 110 ár. Nú er nýtt upphaf og erfitt að segja til hvers það leiðir eða hversu lengi það stendur. Þökk sé Dönum snemma á 20. öldinni barst nægileg þekking til Íslendinga til að reyna notadrjúgar trjátegundir til ræktunar. Fjölmargar tegundir og ýmis konar tilbrigði við ræktunina voru prófaðar. Árangurinn var upp og niður, en þó kom það oftar en ekki á óvart hvernig hið hrjóstruga land okkar gat fóstrað þessar litlu plöntur. Skógrækt ríkisins, sem áður og eftir hét skógræktin, hélt ræktuninni til streitu í öllum landsfjórðungum, á landi sem nú gegnir hlutverki þjóðskóga. Í þjóðskógunum eru nú okkar stærstu og tignarlegustu tré, sem mörg vaxa með sama þrótti og þau gera í Skandinavíu. Áhugi meðal almennings óx og í ungmennafélags anda voru gróðursettir enn fleiri skógar undir merkjum Skógræktarfélags Íslands. Skógarauðlind Íslendinga var að vaxa úr grasi. Seint á öldinni sem leið hófst skógrækt á bújörðum. Ríkið hvatti bændur til nytjaskógræktar og fjármagnaði að mestu ný skógrækt í landi þeirra. Bændur fengu fyrir vikið uppvaxandi skóg og allar þær nytjar sem af þeim hlutust skuldlaust. Nú hafa landgræðslan, skógræktin og skógrækt á bújörðum verið sameinuð undir einn hatt sem heitir Land og skógur. Sú stofnun er þekkingar og rannsóknarbrunnur nútíðar og framtíðar. Skógarbændur sem áður stóðu saman undir flaggi Landssamtaka skógareigenda eru nú vaxandi búgrein innan Bændasamtaka Íslands. Ávinningur skógræktar er ótvíræður. Hann er raunverulegur. Á Íslandi ræktum við margar álitlegar trjátegundir. Búpeningur nýtur skjóls í boði trjánna. Almenningur nýtur útivistar. Uppskera er tryggari og meiri með skjólbeltum og ótalmargt fleira. En tímarnir breytast á meðan skógurinn vex. Megin byggingarefni trjánna, kolefnið sem fyrirfinnst í andrúmsloftinu, er nú einnig orðið helsta fjármögnun nýskógræktar víða veröld. Sjónarmið nytjanna, landbótanna, skjólsins, viðarins og útivistarinnar eru nú komin í önnur sæti. Er markaður kolefnisbindingar að taka yfir? Hvernig lítur framtíð skógræktar út fyrir næstu kynslóðir Íslands? Sagan segir okkur að þótt ný tegund skógarnytja líti dagsins ljós, hverfa þær gömlu ekki þar með. Timburframleiðsla, útivist, jarðvegsvernd og margt fleira hætta ekki að vera mikilvæg hlutverk skóga þó að kolefnisbinding bætist við.
Kúnstinn mun felast í því að láta öll hlutverkin vinna saman á sem hagfelldastan hátt fyrir skógareigendur og samfélagið allt.